Ágætu áhorfendur og hlustendur. Í dag eru jólin og þá segir maður gleðileg jól og jól hafa verið lengi haldin í þessu landi og vitum við öll svo sem hvernig sá viðburður fer fram. Því hefum vissan viðburðar að ræða sem er svolítið fastur í svona hugskoti okkar og það sést nú bara á umstanginu í kringum þessa daga. Við vitum að það fer ákveðið í gang og svona þyngist róðurinn eftir því sem að nær dregur 24. desember og það er ýmislegt svona sem menn tengja jólin og sumir tengja kirkjuna með beinum hætti jólunum og flestir gera það nú. Það kemur nú líka fram bara í málflutningi manna sem að segjast vera á móti því að þeir tala þó allavega kirkjuna og eru þó á móti henni þannig að það er einhver tenging þarna á milli við almætti sjálft, Jesú Krist. Þannig hann veit alveg hvað það syngur og hann veit alveg hvernig hann fangar huga og hjarta mannsins. Maður sem að talar með þessum hætti, hann er í vissri uppreisn gegn þessu afli sem heitir Jesú og er í uppreisnu þetta vegna þess að hann veit af því. Þannig að við dæmum þetta ekki neitt enda ekkert okkar að dæma trú manna, menn með að trúa því sem þeir vilja og ég hef valið fyrir mína parta trú á Jesú og hef fullt leyfi til þess, rétt eins og þú að trúa þann átrúnað sem að þú vilt sjálfur og sjálf. Það er ekkert mitt að hlutast til það. En eina sem ég get gert, eins og ég hef verið að gera í gegnum árin, það er að benda á Jesú. Og lifa lífi arðlegs manns eins og ég hef gert líka. Og flestir sem að þekkja mig nú vitna að svo sé. Og núna er mánuðurinn sem að kristnir menn ættu að vera svolítið svona uppteknir af Drottni og ég veit ekkert hversu uppteknir menn eru af honum í þessu mánuði. Kannski er þetta svona bara jafnt yfir allt árið. Í raun og veru þá er það nú hjá mér með þeim hætti. Þetta er nú svolítið jafnt yfir allt árið og það er allt í lagi. Því að Drottin er ekki einhver einn dagur eins og ári. Drottin er hver dagur allt árið umkring og það eru 362 dagar í hverju ári. Þannig að við erum, þetta kristna fólk, við erum bara með Drottni svo lengi, já, sem við lifum. Og hver dagur fyrir sig er dagurinn með Drottni. Þannig að þó að koma jól, að þá breytir það ekkert endilega svo miklu fyrir okkur, en við samt flestir af okkur erum einhverju leyti þáttakandur í þessari sem er. Þó vil ég nú meina það að það sé nú aðeins hægara á þessu hjá okkur heldur en mörgum öðrum. Það er svona mín tilfinning fyrir þessu. En hvað það? Ég hygg að ekki margir Íslendingar myndu ef þeir í alvöru stæðu frammi fyrir því vilja láta höggva þetta af. Og svo fyrir utan það auðvitað spyr maður sig hvernig í ósköpunum það yfir höfuð getur verið hægt. Ég held að það sé miklu þyngra heldur en margur hyggur því að jól eru svo rosalega greift í þjóðarsálina að bara hún tæki það aldrei í mál sem slík að vera hrófla neitt of mikið við þessu sama hvað menn segja. Menn segja svo margt en þegar á hólminn er komið þá er oft annað sem kemur á daginn því að stundum og oftar kannski en ekki er þetta bara nöldur. Og nöldur er svona algengara og af hverju er nöldur? Jú, við erum ekki glaðar manneskjur í hjartan okkar. Og af hverju erum við ekki glaðar manneskjur? Af ýmsum ástæðum. Ein er að við erum í slagsmálum við skaparann okkar, frelsarann okkar, Jesú. Við erum í svona hálfgerðri uppreisn við Jesú
með því að segja það, gefa út yfirlýsingu, ég vil ekkert með þetta hafa. Þú afneitar ekki einhverju sem þú veist ekkert hvað er. En þú getur, ef þú vilt, afneita því sem þú veist um. Og þú veist um Jesú, og sumir því miður hafa afneita honum, eru þá komnir í slagsmál við hann sem er saklaus. Þegar ég fullyrði það, og margir fullyrði það með mér, að það er ekkert upp á Drottinn að klaga. Bara ekki neitt. Hann er, svo sem að segist vera, hann er góður, hann er gegn, hann er frábær. Þú ert líka frábær, það vantar ekki. En þú þarft að lifa með Drottni og þá bæði þekkjur hann betur, veist hver hann er og getur svona tekið pólinn svolítið með honum og alveg svo margir aðri kristnir menn og konur gera. Og það er einmitt þetta sem við erum alltaf að tjá okkur þetta kristna fólk. Það er þetta maður, þú og ég, tökum afstöðu með lifandi Guði, því að það gerir það enginn nema þú fyrir mig. Fyrir utan það, þá getur enginn tekið afstöðu með Guði eða móti honum fyrir mig, hann getur gert það fyrir sjálfan sig. Og ég hef tekið það tekið það að mér að bara fylgja honum og vera ekkert að slást við hann. Af hverju? Af hverju skildi ég vera að slást við besta vinn minn og aðilann sem ég elska mest af öllum öðrum? Af hverju skildi ég vera eitthvað að ala einhvern deilum við hann? Og það væri ekki viturlegt af mér og þá væri ég nú líka komin svolítið gegn því sem ég segi standa fyrir. Er það ekki rétt? Ég myndi segja það. En núna eru jól og ég veit ekki nú með hvað þessi jól eru. Þau eru búin að vera við lýði á hverju ári á annað 1000 ár. Ég veit ekki hvort að menn byrjuðu að halda jól í frumkirkjunni þegar Pétur og Páll og þessir kappar voru uppi. Ég hygg nú reyndar þau séu eldi yngri, segi ég. En þau eru allavega búin að vera á annað 1000 ár. Það er svo mikið er víst og við erum búin að halda jól hér á Íslandi frá kristnitökunni sem eru rúm 1000 ár síðan. Þannig það er nú all góð og mikil reynsla komin á blessuð jólin. Já, blessuð jólin. Því að fyrir sumamenn og konur eru þetta blessaður tími. Þetta er ekki bara tímin sem þú kannski nærði smá fríi. Það er, mér skilst að það sé nú stutt jól í ár. En stundum ná menn kannski 5 dögum í fríi og það er frábært að fá svona pínlítið auka fríin á milli, við metum það öll. En þetta er bara svona hin hliðin á málunum. Það sem að jólin eru raunverulega að segja mér hvern dag er, Jesú er til. Hann er upprisinn, hann lifir. Það er það sem jólin er að segja okkur. Sumir meðtaka þetta og fagna yfir því. En öðrum er slétt sama og svo er aðrir sem að því miður, og það finnst mér leitt, eiga ekki góða tíma jólin. Af hverju er það? Til að mynda er ástæðan svo að það er drykkja á heimilinu, það er vesen á heimilinu kringum drykkjuna og ung börn, þau muna eftir þessu vesinni á foreldrinu sínum, jafnvel átökum og áflogum foreldra sinna, reyfirildi milli foreldra sinna. Og þetta situr í blessuðu barninu svo lengi, langt fram á fullorðins ár, sem bitur minning. Þetta er bara synd og þetta er skömm það sem þetta er. Þess vegna er líka hvatningin alltaf þessi hjá okkur, þessu kristna fólki. Sleppum þessu. Látum þetta bara eiga sig. Tökum þessa daga frá fyrir börnin við sem eigum börn og leifum börnunum bara að njóta sig. Gerum þetta bara tímanum sem við gefum svolítið krökkunum. Því að þau munu vel og lengi muna þessa tíma, eins og ég gerði sjálfur, ég er nú svo heppinn og að ég átti yndislega tíma jólin og þetta lifir með manni fram á daginn í dag þó að jólin sem slík séu allt öðru sér fyrir mér. Það er náttúrulega líka fyrir það að ég bý bara einn, ég er ekki með neina konu og ég á engi börn og neitt af því. En ef ég væri með börn og væri ég er náttúrulega orðin þetta gamall, þá væri maður líklega orðin afi og þá væri þessi jól allt öðru sig heldur en eru í raun og veru því að maður myndi
fara út í jólastand bara fyrir barnabörnin og svona fjölskylduna sína sem maður ætti. Því ef þú átt konu, þá náttúrulega eru alla líkur á því að komi börn og þau verða fullorðna manneskju og gefa þér barnabörn og svona bara gangurinn. Og þessi gangur, hann heldur bara áfram því að við erum í deginum og árin færast yfir. En að því maður fór ekki þennan veg, þá sem sagt eru jólin öðruvísi. Þannig að maður ekkert að hafa svo mikinn dagamun í kringu jól vegna þess að aðstæður manns eru þessar. En ef það væru eins og hjá flestum öðrum mönnum, sem að það er nú flestir sem að kongast nú og eiga börn og eins og við vorum að tala þau eru konur á þann aldur að það eru komið barnabörn og svo framvegis, þá þetta allt öðruvísi. Það er að segja ef að menn vilja það. En þó að þetta sé ekki þannig í okkur sem eigum ekki börn og eigum ekki barnabörn þar að leiðandi, þá er Jesúsinn sami. Og þá bara gerum við eitthvað í Jesú nafni sem má verða öðrum til ykkur glaðnings, þó að við séum kannski ekkert að snúa þannig séð í kringum þetta með beinum hætti eins og væri ef væri svona litlir hnoðrar í kringum hann. Þannig bara það. Mér finnst alveg sjálfsagt að þetta fullorðna fólk að við sinnum svolítið börnunum. Því að ykkur á hluta vegna, og við vitum það, að tíminn í kringum jól, þau vekja börnum svolítið spennu. Þetta er svona mikið að vera, krakkarnir eru með í alls konar og það er bara gott mál. Við tökum núna smá pásu og hlustum á eitt stuttlag og svo höldum við áfram. Já, fallegt lag, fullt af fallegum lögum til og við erum músíkunnendur og það er einn tími sem að jólin hafa gefið okkur í gegnum tíðina, eru þessi yndislegu jólalög og það er ennþá verið að bæta svolítið í þann sarp og það er alltaf gefið einhvað út af jólalögum og menn eru svona, þessi tónlistamenn eru svolítið uppteknir við það og það er bara gott mál. Og kristnir menn, tónlistamenn kristnir, þeir eru líka á þessum stað, þeir gefa út jólaplötur. Ég veit nú ekki með Íslendingana, en allavega eru erlendir tónlistamenn, þeir gefa á hverju ári út plötu fyrir jólin og merkjana jóladæmi einhvað. Vegna þess að jólin, hvernig sem við viljum horfa á málið, þau eru einhvern veginn svo tengd okkur. Það er svo erfitt að rífa þau af sér. Sumir segjast vilja að gera það. Eins og við vorum að tala á það, þá held ég að svona þegar allt væri skoðað, þá myndum við ekki endilega vilja það. Okkur ættum við svo sem að vilja það, en við hins vegar ættum að læra það
og haldi í það að hafa þetta svolítið svona ánægjulegan tíma og einkum í sérilagi tíma fyrir fjölskylduna. Og þess vegna það svo rangt, segi ég, þegar við þetta kristna fólk erum eins og hinir að kvarta undan jólunum. Það er eitthvað sem við ættum ekki að gera bara nafnsins vegna. Við getum auðvitað haft alveg hvaða skoðanir sem við viljum á jólunum, en sumt ættum við þetta kristna fólk ekki að taka okkur svo mjög í munn við aðra. Því að það er bara neikvæðni. Við erum að tala niður þar sem við ættum í raun að tala upp. En svo víkjum aðeins að fjármálunum, að útgjöldum, það er bara, útgjöldin verða aldrei neitt öðruvísi en bara þú vilt sjálfur og sjálf. Þú átt þína peninga, þú ræður þínum útgjöldum og þú ræður þeim líka fyrir jól. Ef að illa stendur á fyrir þessi jól, segjum það, og var kannski eitthvað erfitt að ná að láta svona allt ganga upp eins og þú vildir, þá bara verður svo að vera. Og þá bara útskýrurðu fyrir þínu fólki hvers vegna þetta fór kannski ekki alveg eins og þú vildir. En þú leggst ekki í eitthvað volæði og eitthvað kvörtunar sem er vegna þess. Akkur þetta, það er bara neikvæðinni. Og kristið fólk, og það er brýningin, af því það er þessi tími núna, það er svo margt í gangi, og þetta er tími kristinna manna, að við eigum að venja okkur á það, að tala það sem er gott upp. Ekki vera að hamra svo mikið á því sem að miður fór, allt til að gera það, en ekki hamra svo mikið á því, heldur það sem er betra. Jú, við vitum það, við höfum oft talað um það að sumir eiga ekkert góða tíma jólin. Og þeir mega alveg tala um það eða þeir vilja það. Ég hins vegar á mjög góða tíma jólin. Og ég má alveg tala um þá. Ég hef fullt leyfi til þess að tjá mig það þegar ég var barn og þegar við systkini vorum að stússast í kringum þessu jól og allir glaðir. Þannig var það. Þetta er minn veruleiki. Kannski er þinn veruleiki alveg á skjön við þetta, en þetta er minn veruleiki. Og stundum heyrir maður það, hjá þessu blessaða kristna fólki, að það er svona svolítið að kvarta yfir þessu. Ég segi við það, hættið því. Hættið að kvarta yfir einhverju í ykkar lífi sem þið þurfið ekkert að vera að kvarta yfir. Kvart er yfirleitt af einhverju gremju og óánægju í hjartanu. Og að það að vera með óánægju í hjartanu sínu getur stafað á svo mörgum. Það er ekki allt sem við náum að gera upp. Það er sumt svo erfitt að gera upp að við viljum helst ekki fara í að gera það upp. Og þetta, að þetta er ekki gert upp, þá kemur þetta fram, getur komið fram sem svona nöldur, nudd og nag. Og að því við erum komin að þennan gír, trúiði mér, það sogar allt líf úr fólkinu. Það fátt í raun leiðilegra fyrir mig að hlusta á mikið af svona. En það háttar nú svo mér, þannig til hjá mér í dag, að ég sem betur fyrir ekkert mikið innan slíkt. Og ég bið til Guðs það að ég sé þá ekki maðurinn sem er að svona tala einhver neikvæð leiðindar orð til manna og kvenna. Ég vil helst ekki vera kvarta mikið. Því að það er engin ástæða til þess að vera kvarta. Hvorki lítið eða mikið, því við eigum svo miklu meira heldur en það að fara á einhvern stað þar sem er eitthvað vol og væl í gangi. Nú eru jól. Ég veit ekki hvernig þú tekur jólum, en ég hvet þig sem kristna manneskju að taka þeim vel. Stöðla í hugsun og fara kannski að sinna einhverju sem svona má verða öðrum til blessunar. Það er nefnilega það sem við eigum að vera. Við eigum að vera öðru fólki til blessunar því að það er oft lækningin mesta fyrir okkur sjálf. Við væntum einskis í staðinn. Það er gaman að fá þakklætið og allt saman það,
En þó við fáum ekki þakklæti, þá okkur slett sama það í sjálfu sér. Við höldum bara áfram að því að það eru jól og við eigum og ættum að vilja að hafa þau alveg sérstaka. Eins og oft nú talað og því miður drepa kristnir menn aðeins á því að tala kostnaðinn, en ég segi það. Kostnaðurinn 100% og nákvæmlega sá sem þú vilt að hann sé. Þú, eins og vorum að tala líka, þú ert fjárð þíns ráðandi og getur nákvæmlega skorið það niður sem þú vilt. Og það hveti ég til að gera og setja þig svolítið þann pólinn, því að þó þú getur ekki keypt allt fyrir peningar sem þú vildir, þá það enginn sem segir mér það að það sem þú átt í dag í jólum get ekki orðið bara gleðilegu tími, þá bara gerir einhver annað. Þú ert kannski frábær kokkur, þú eldar besta matinn sem þú kannt að elda og þú ert kannski góður í þjónshlutverki, því að það ekki allir góðir þar, og þú eldar og þú þjónust að þitt fólk til borðs á meðan að maturinn og allir fá gómsætar steikur og þína hönd sem að sá allt frá að til Ö. Þetta kostar allt peninga, en samt kannski bara brota því sem að þið langaði til að kaupa. Þannig við sjáum að við getum alveg söðlað í hugsun. Við getum alveg söðlað og farið að sjá bjart þar sem okkur fannst allt vera dimmt áður. Við getum alveg látið jólin minna okkur á þetta. Og þá höfum við breyst í hugsun og upp frá því þá verða jólin okkur allt annað. Þau verða ekki eitthvað mæðutengt, þau verða ekki eitthvað sem okkur kvíðir jafnvel fyrir, heldur verða þau bara tíminn sem þau eiga að vera og hvaða tíma eiga þau að vera. Þetta bara skemmtun. Þetta hátíð kristinna manna. Þetta dagurinn sem að Kristur fæddist á. Eins og við skilgreinum það, veit reyndar enginn nákvæmlega hvenær Kristur fæddist, sem segja það segir fæddur svona sumartíma. Það skiptir engu máli. Heldur þetta, menn komið sér saman að gera þetta svona, og þetta út allan heim. Eða svona stæðstum hluta heimsins. Í öllum þessum vestrænu ríkjum þar þetta svona. En mér skilst að, það skiptir ekki máli. Þetta svona eitthvað sem við höfum orðið ásagt að gera með þessum hætti og það hefur verið gert. Og ég sé ekkert rangt við þetta. Ég sé allt rétt við þetta. Og ég sé líka allt rétt við það að gera þennan tíma svona svolítið jákvæðum tíma. Og við gerum það ekki, ég lofa öllum því og sjálfum mig líka, að þá gengur ekkert kvart og ekkert nöldur. Og einhvern veginn horfum við bara framhjá því og förum að sjá svona björtu hliðarnar á málunum. Og svo líka annað sem að jólin geta alveg innprentað í okkur. Það eru bjartar hliðar á öllu. Ekki bara sömu, öllu. Sama hvað það bjart hlið þar. Og það svo skemmtilegt. En við þurfum að venja okkur á þetta. Núna ertu að fá hvatningu til þess að venja þig á gott og núna ertu líka að fá hvatningu það að desember, svona tíminn vikurnar fyrir jólin, einmitt svona undirbúning fyrir þig að svona taka kannski ögn jákvæðara á sömu sem hingað til hefur verið neikvætt og mæða, vegna þess að þegar þú ert neikvæður og neikvæð og mæða í gegn, þá líður þér ekki vel. Við sjáum að þetta allt svolítið svona áskapað hjá okkur. Við þurfum að komast upp úr þessu. Að við þurfum ekkert að vera á þessu stað. Þess vegna erum við að halda jól. Og ég segi gleðileg jól. Því að ég oft og yfirleitt á ég gleðileg jól bara síðan ég man eftir mér. Það gott. Þegar ég var á sjónum, þá átti ég sannarlega gleðileg jól og það langt síðan ég hætti að sjó. En ég var mörg jól og sjó. Yfirleitt var þetta flottur tími hjá okkur strákunum borð í eins og skipum.
og síðan maður kom í land og þetta heldur maður jól. Og þau hafa líka verið ánægileg. En eins og við vorum að tala um áðan, að þá eru þau svolítið öðruvísi heldur en var og meðan maður var enn í foreldrahúsum og var ég aðeins að impra á því hvers vegna. Að það háttar ekki þannig til hjá mér að svona maður er svolítið að snúast bara í kringum sjálfa sig. Og þá bara gerir maður það. En maður kastar þessu ekkert frá sér sem einhverjum einskisverðum hlut. Því að jól eru það ekki. Jól eru einhvað sem við ættum að vilja halda í og ég vill alveg hiklaust. En allir við segjum ekki þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson óskar öllum landsmönnum bara gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Í Jesú nafni.